Komið sæliskurnar. Við viljum að kíkja aðeins í spilin. Sjá hvað kemur í ljós. Við byrjum hérna á auðugum manni. Þetta getur verið maður sem er ríkur hvað varðar fjármuni eða fasteignir. Hann hefur byggt upp þægilegt líf og tekist að fjárfesta peningana sína mjög vel. Hann getur líka verið fæddur inn í auð og alltaf haft mikið á milli handana. Sýndur hérna sem svona yfirstéttar maður. En eitthvað hefur þessi maður að fela eða er óheiðarlegur að einhverju leyti. Ekki allt sem að sýnist varðandi hann. Og síðan kemur hérna spil sem táknar að það að vera fangi eigin hugsana eða fastur í höfðin á sér, getum við líka sagt. Þetta getur verið maður sem að þú kannast við eða umgengst í þínu lífi. Þetta getur líka verið þú sjálfur eða sjálf. Ríki maðurinn táknar í raun og veru bara auð og getur líka verið kona. Óheiðarleikinn getur falist í því að hann er ekki að gefa allt upp í ykkar samskiptum og það að vera fastur í svona sínum eigin hugsunum, geta ekki framkvæmt það sem maður ætlar sér eða, já, hvað ég að segja, vera með einhverja draumóra sem maður getur ekki látið verða veruleika. Það getur verið vegna fjármála. Það getur verið mikil ábyrgð sem að hvílir á þessum einstaklingi og það má líka vera að þessi óheiðarleiki varði fjármálin hans og geti leitt til þess að hann verði, þurfa að svara til saka fyrir eitthvað saknæmt. Því að eins og ég sjái þá er hérna manneskja innan rimla í fangelsi. Þannig að bókstaflega merkingin á þessu spili getur líka bara hreinlega verið einhvers konar refsivist fyrir þá einhvern óheiðarleika. Við skulum vona að þetta varði ekki þig. En við tökum áfram spil og sjáum betur hvað ræðir. Hér eru áhyggjur af umræddri manneskju og það er greinilegt að hér þurfa einhverja breytingar að koma inn. Og það munu eiga sér stað fyrir að síðar. Í einhverjum tilvikum er þessi einstaklingur að hugsa að breyta umhverfi. Það er að hugsa sér til hreyfings, eins og maður segir. Og hérna gæti verið skilnaður í spilunum. Og þetta getur verið erfiður skilnaður þar sem að báðir aðilar eru ekki sammála hvernig staðið skuli að hlutunum, hvernig eigi að skipta fjármunum og svo framvegis. Og málin eru í raun og veru kannski ekki í þeirra höndum
heldur í höndum lögfræðinga eða annarra aðila. Áhyggjurnar eru djúpar og viðkomandi ekkert alltof sáttur við það sáttur við málalyktir, skulum við segja. Og honum getur liðið eins og það sé á einhvern hátt verið að svíkja hann. Svikin geta líka falist í annarri manneskju sem kemur hér upp sem kona, þarf ekki nauðsynlega að vera það. Því það einhvers konar óheiðarleiki hér í gangi. Hvort sem það þessi ríki maður eða einhver í kringum hann. Nú ætlum ég að taka fram að það kemur ekki skýrt fram hver af þessum aðilum ert þú, kæri áhorfandi eða hlustandi. Þú finnur það sjálfur ef að þetta á við þig eða þitt líf. En breytingarnar, skulum skoða lokin á þessu ferli. Breytingar eru yfirleitt til góðs. Það margsannreynt og í þessu tilviki mikil gæfa tengd þessum breytingum. Og þó að viðkomandi aðili sjái það ekki akkurat núna, þá á hann eftir að sjá það þegar fram í sækir eftir að breytingarnar eru gengnar garð, sem geta verið flutningar eða kaup og sala einhvers konar á fasteignum og húsnæði. Gæfan mjög áberandi hér. Þetta sterkt og mikið spil. Margir segja besta spilið í stokknum. Þannig að hvað sem það sem í gangi hérna hjá þessari mannesku, hvort sem það einhver sem að reyna að svíkja hann eða hann sjálfur sem með óheiðarleikann uppi við, málin munu snúast á þann veg að það verður honum í vil. Og karma nú fljótt að bíta menn í rassinn ef að þeir hafa gert á hlut annara. Þannig ef til vill þessi gæfa tímabundin. Og kannski má segja að all gæfa sé tímabundin. Þannig að það að gera að njóta hennar á meðan hún varir. En lengra ætla ég ekki að fara með þetta akkurat núna. Við erum hérna að tala í hæsta lagi 4 vikur varðandi tímasetningu á þessum atburðum. Það að segja einhverja breytingar og einhvers konar uppgjör hérna milli tveggja einstaklinga þar sem að óheiðarleiki hefur verið við völd og öðrum aðilanum hefur liðið eins og hann hafi verið bundinn í báða skó eða ef til vill bundinn af einhvers konar ytri aðstæðum og hugurinn segir honum að hann geti ekki gert það sem að hann ætla sér. Áhyggjurnar benda til þess að það samt sem áður samviska hérna í þessu máli. Það að segja að það einhverjum hérna sem stendur ekki á sama þennan óheiðarleika eða hvað maður kalla þetta. En þetta allt
í bili, allt sem að kemur fram í bili, og ég ætla bara að þakka fyrir, ljós og kærleikur.